Já, komið þið sæl. Velkomin í Svart og hvít. Þetta verður eitthvað með stýttiramótið, maður. Vá. Herru, við vorum að tapa gegn Everton á heimavelli. Hversu lélegir eru við, maður. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er bara, já, sko, ekki það að orð mín skipta nokkru máli, en Pope er örugglega lélegasti markmaður sem fyrirfinnst ekki bara í ensku úrvalsdeildinni, ekki bara Premier League, heldur Championship League líka. Ég held að séu örugglega flest allir markmenn í Champions League sem eru betri heldur en Pope. Einhvern veginn, ég er ekki að segja að Ramsdale sé eitthvað betri eða sé einhver stjörnumarkmaður, ég er reyndar að segja að Ramsdale sé betri en Pope, en hann er engin stjörnumarkmaður, en come on. Jesús Kristur. Þetta er bara lélegasti markmaður sem að við höfum nokkuð tíman átt, held ég. Ég bara man ekki eftir verri markmanni sem að við áttum. Ég man ekki eftir því. Og nú er ég búinn að styðja liðið síðan sko 94 sko. Það er ansi sterk ummæli úr mínum garði sko, en ég skal segja það, ég held að Pope sé bara versti markmaður sem að við höfum nokkuð tíman haft. Ég vil bara telja þetta svolítið upp. Í þessum leik, náttúrulega Nick Pope, versti maðurinn á vellinum, bara hann gerði jafn mikið gagn og sem sagt skrifstofudaman sem svarar í síman á meðan á leiknum stendur. Gerði bara jack shit og ekki neitt. Þetta er aumingi og já, ég meina þú veist, ég get spila mark, ég get spila mark, það er alveg hægt, ég er ekkert góður, en Guð minn almáttugur, á þessu leveli, nei, það er bara, þarna kem ég aftur inn á, Eddie Howe, þú ert ekki góður þjálfari, sorry, þú ert búinn að missa taktinn, hann er horfinn, þú veist ekkert hvað þú ert að gera, þú hefur ekkert plan, þú kannt ekki að setja upp liðið þitt, þú kannt ekki að damage controla, það er ekki hægt, þú kannt það ekki, þú veist ekki hvað það er, skiptingarnar ertu ekki að grínast í mér. Þú veist, ok, sko, í fyrsta lagi, að taka Elanga og Voldemati út af, ertu þroskaheftur? Ég farin að halda það, að hann sé þroskaheftur. Þú veist, hvað er að þessu manni, sko? Var hann ekki að horfa á sama leik og við vorum að horfa á eða? Come on! Hvað er að þér? Þú veist, þetta er nánast eins og að, sko, Eddie Howe sé á launum hjá City, Liverpool, Aston Villa, já, eða fyrirgefðu, bara hann eins og sé á launum hjá öllum 10 liðunum sem eru fyrir ofan okkur. Og reynda kannski ekki alveg öllum 12, en öllum 10. Þetta er einn versti þjálfari. Ég skal segja það, ég myndi velja Chris Hughton fyrir utan hann, fyrir fram yfir hann. Ég er ekki að grínast, og Chris Hughton var ekki mitt uppáhald, sko. Eins og staðan er í dag, hann er bara drullulélegur, hann segir rosalega fallega hluti á blaðamannaviðtölum, heldur sér nokkuð góðum þar, þú veist, hann alltaf segir okkur ekki raskat. Þannig að það er ekki það sem að þjálfari eiga að gera, en þú veist, það er að eina sem hann er góður í, það er að tala við blaðamenn. Að stýra liðinu hins vegar, nei. Þú veist, ég vildi óska þess að við myndum bara reka núna. Ég var alveg til í það, sko. Bara losna við hann og láta Tindal klára draslið. Ef hann vill að það að segja, ef ekki, þá bara tökum við inn einhvern nýjan, sko. Þú veist, í alvörunni tala, maðurinn er útbrendur. Þú veist, hvurslags skiptingar er í gangi í þessum leik? Hvað er að?
eru þeir bara búnir að missa það alveg. Já, við erum í meistaradeild, já, við vorum í báðum bikarunum, við erum ekki lengur í þeim, vegna þess að við kunnum ekki að spila fótbolta. Það sást bara á móti City. Þú veist, leikirnir 2 á móti City í Carabao Cup, ert ekki að grínast. Þeir voru bara drullulélegir. Ég er ekki að segja, sko, City var bara ekki það góður. Við áttum góðan séns í þeim leikjum. Góðan séns. Þeir voru bara ekki góðir. Við áttum fullt erindi að inn. Með þennan mannskap, já. Hvað gerir Eddie Howe? Spila varnarsinnaðan fótbolta í 2-0 undir. Veist hvað er í alvörunni það? Maðurinn er bara heimskur. Sorry. Og ég bara skil ekki þá aðdáðendur sem að, veist, ég persónulega skil ekki þá aðdáðendur sem að halda áfram að verja. Þú veist, hvað varðum það að halda með liðinu en ekki einhverjum einstaklingum? Hvað varðum það? Þú veist, bara vegna þess að einhverjir aðilar á YouTube og podcast eins og hérna, sko, þú veist, aðilar sem eru að bladra svona á social media og dótari eru að gefa til kynna allar staðreyndir sem að tala gegn honum. Þú veist, það er bara eins og að hleypi blóði í fólk og segja bara, nei, ekki séns. Ég held með Eddie Howe, sko, hann er bara ógeðslega góður, hann gerði svona mikið fyrir okkur og hann mun halda því áfram. Ég hef trú á því. Þú veist, í alvörunni talað, sko, ég er ekki trúaður einstaklingur, sem sagt, á Guð og allt það, ég er alls ekki trúaður, en, þú veist, trúin er rosalega falleg, en fuck that. Í íþróttum hefur það bara ekki raskat að segja, sko. Trúin flytur ekki fjöll. Þótt að málta ekki segja það, en technicalities og staðreyndir, þær raun og veru segja þér bara hvað þú átt að halda. Það er ekkert flókið, sko. Og staðreyndin sýnir okkur það bara í leik eftir leik eftir leik eftir leik að við bara erum bara ekki nógu góðir undir hans stjórn. Það bara sést. Eins og ég sagði ykkur áðan. Veist, hvað eru við að þvælast með boltan upp hægri kantinn og stoppa svo og senda hann tilbaka? Hver er tilgangurinn með því? Engin. Þú veist þetta, þessi Almirón bolti, eins og allir voru að tala um. Það var ekkert Almirón bolti, þetta var Eddie Howe bolti. Þú veist, allir þeir sem gaggríndu Mikael Almirón, þeir voru í raun og veru að gaggrýna Eddie Howe. Þeir voru að gera það. En flestir þeir eru bara það heimskir að þeir vita það ekki. Þú veist, ég veit að þetta er stór orð, en bara, come on, í alvörunni, horfið aðeins á það sem er að gerast. Þú veist, það er bara, þú veist, sami leikstílinn kemur aftur upp, leikmaðurinn er löngu farinn, en samt er sami leikstílinn ennþá við líði. Þú veist, ok, þetta er alltaf, ég ætla ekki að lasta stóran hóp hérna Newcastle-manna, en við Íslendingar erum svolítið mikið fyrir þetta. Íslenskir aðilar, íslenskir aðdáðendur sem eru ekki margir, en við erum samt alveg svona, við viljum halda það við séum í kringum 500, en við erum það ekki. Við erum svona 100 og eitthvað, cirka bát. Ég man ekki nákvæmlega hvað tala var mikil, maður há sem var komið með skráða félag í klúbbin, ég held að það var eitthvað 140, 50 eða eitthvað. En það skiptir svo mikið málið, það er opinbera tölur, ég má alveg segja þetta. Þessi leikur, Nick Pope, drullulélegur, hann var með -10 í einhvern, ef það væri hægt, þá myndi hann fá -10. Hann gerði ekki blautan allan leikinn, gerði ekki raskat. Ég fekk bara fyrir hjartaði hvert einasta skipti sem maður fekk boltan. Það var bara, já. Ef þið fundið ekki fyrir því, þá mæli ég með að þið skoðið aðeins hvað er í gangi. Það væri fínt, sko, það væri sniðugt í okkur. En eða það bara sleppið því, því að ignorance is bliss, það er gott að vita ekki hlutina. Það er óstressandi að vera ofmeðvitaður. Það er bara málið. Eins og þið heyrðu, þá er ég hás. Þú veist, ég satt einn heima í stofu og horfa á leikinn.
og ég var öskrandi á sjónvarpið allan tímann. Þú veist, og það var yfirleitt vegna þess að menn voru ekki dekkaðir, menn sem voru að fá sendingar biðu eftir boltum, þeir voru ekki að sækja boltana, þeir voru létu stela boltanum af sér bara vegna þess að þeir voru stopp. Þeir voru að bíða eftir að boltinn kæmi til þeirra. Ég bara, þú veist, ég lærði þetta sko þegar strákurinn minn var á fótboltaæfingu sko í 8. flokk. Þá lærði ég þetta. Það sem þjálfarnir voru að kenna krökkunum að ekki bíða eftir boltanum, þú voru að koma og sækja boltan. En við erum með leikmenn sem fá greidda sko 40, 50, 60 til 100, 200.000 pund á viku og þeir geta ekki gert þetta. Þú veist. og þú veist, og 8 ára sonur minn gat gert þetta. Þú veist, hvað segir það leikstíl Eddie Howe? Hvað verið að kenna? Hvað verið að þjálfa? Svo sannarlega ekki verið að þjálfa skot, það alveg á kristalstæðru. Það ekki verið að æfa það ekki verið að æfa skot á mark, alls ekki. Því að það virðist bara vera að við eigum bara einn mann sem kann að skjóta á markið. Og það Tonali. Það virðist vera eini maðurinn sko, sem kann að skjóta á markið. Sko. Þannig að ég veit ekki til hvers allir hinn að reyna þetta. Ég bara fatta það ekki. Sko. Veist, þetta stórfurðulegt. Ok, neikvæðni, já, mjög mikil neikvæðni í þessum leik. Ertu ekki að grínast í mér maður? Og svo var auminginan T-Rex þurfti svo að púlla einhverja heimsklassa markvörðslaðan í restina til þess að, þú veist, að alveg akkurat vegna þess að við þolum hann ekki, sko. Kostulegt, sko. Já, við bara, þú veist, já, ég ætla bara að telja þetta upp, svo þetta sé nú alveg á hreinu, sko. Nick Pope, drullulélegur, Trippier, drullulélegur, Burn og Malik Tjá, svona lala, Hall reyndi sem var flott, hotspinnanar hans voru ekki góðar eins og vanalega, eða sérst, ekki eins og þær eru vanalega, þær eru vanalega ágætar. Ég ekki að segja hann að sé bestu hotspinnu tökum aðarinn, sko, alls ekki, en hann gefur yfirleitt svona decent hotspinnu. Í þetta skipti voru það bara ekki góðar. Varnarlínan, hún bara svona, ok. Miðjan, Ramsey fór náttúrulega út af, bara með pest eða eitthvað anskotan. Vona að sé í lagi með hann. Það væri leiðilegt að, því að hann var svona eini baráttu hundurinn í liðinu, þannig í fyrir hálfleik. Tonali, hann var fínn, hann stóð sig ágætlega, en allt og ofta sem hann bara bakkaði í burtu, hann reyndi ekki við boltann. Það sko, ég ætla að segja það að ég held að það sé ekki Tonali, ástandið sé ekki Tonali, ástæðan fyrir því af hverju hann að spila eins og hann að spila. Ég ætla að segja það að það út af Eddie Howe. Eddie Howe að sitja honum fyrir og þetta útkoman. Þú veist, þannig að það raun og ekkert annað sko, sem að ángran. Það raun og veru bara það að Eddie Howe í hausnum á honum. That's it. Þá einhvern almennilega þjálfara sem kann að stýra mönnum og þá ertu með heimsklassa miðjumann. Í staðinn fyrir að vera fastan með einhvern svona championship leikmann eins og hann. Joe Linton, fyrir mér maður leiksins. Hann var geðbilaður, alltaf að reyna, alltaf í leikmönnum, hann var stórkostlegur. Hann reyndi og hætti aldrei, sem bara stórfurðulegt, sko, að maðurinn sko að hafa komist í gegnum þennan leik, sko, og hann fekk ekki einu sinni spjald, held ég. Svei mig þá, ég held að bara það hefði bara ekki verið einn spjöld, ekki þetta hann hafi ekki fengið spjald, held ég. Nei. Hann fekk ekki spjald.
Veitu hvað kom til? Þú veist, hann var harður, það er rétt. En alltaf, dómari var náttúrulega ekki góður í þessu leik, sko. Ekki frekar heldur en fyrir daginn. En þú veist, þetta væl. Þú veist, ég held að við vitum allir sem að fylgjast með fótbolta, sem að fylgjast með ensku úrvalsdeildinni, við vitum öll að, sko, enskir dómari eru bara lélegir. Bara komplett, þeir eru bara ógeðslega lélegir. Þegar maður horfir á fótboltaleik í dag, þá sér maður öll mistökin sem dómararnir gera og maður er farin að venjast í. Maður er farin svona, já, þú veist, þetta eru bara enskir dómarar, þú veist, það er ekkert við þess að gera. Þú veist, af hverju ertu þá að setjast í jörðina? Af hverju ertu að væla? Af hverju ertu að reyna að fá aukaspyrnur sem þú veist að þú ert ekki að fara að fá? Hvað er málið með það? Þú veist, af hverju gera leikmenn þetta? Þú veist, það virkar svona í 10% tilfella. Og af hverju að stofna liðinu inn í hættu með því að reyna að fá einhverja aukaspyrnu sem eru 10% líkur á því og fáir? Þú veist, hvað er að hjá leikmönnum? Þú veist, hvernig hugsunarháttur er þetta? Þetta er stórfurðulegt. Alveg stórfurðulegt. Elanga. Fín. Ekkert út á hann að sitja. Mér finnst það bara mjög fín. Mér finnst leiðilegt að sjá hann fór út af, hann átti að halda áfram, sko. Þú veist, Nick Woldemate varður rosalega lítið úr honum vegna þess að hann var að spila þannig bolta að það var ekki not fyrir hann. Þú veist, hann misti boltan að nokkru sinnu þegar hann var að fæla menn, en það virtist vera hans tilgangur. Hann var raun og veru ekki settur inn á fyrir neitt annað en það. Gordon náttúrulega bara hræðilegur, rétt eins og fyrir daginn. Hann kann ekki að spila fótbolta þegar hann spila í bikar, í deild, hann kann ekki að spila fótbolta. Svo kemur hann í meistaradeildina og þá allt í henni er hann einhver svaka. Þú veist, þetta er ekki leikmaður sem við Newcastle-menn viljum hafa. Svona leikmenn viljum við ekki sjá. Svona leikmenn eru aumingjar. Við köllum þetta glory hunters. Svona svipað eins og leikmenn, eins og aðdáendur sem að fylgja liðum bara þegar það gengur vel. Anthony Gordon er ekkert annað heldur en glory hunter. Hann er glorified princess. Ef við að segja þetta rétt. Þetta er mesti aumingi sem ég hef nokkuð tímann séð fara í Newcastle treyju. Mesti aumingi sem ég nokkuð tímann vita til. Og þeir eru nú nokkri sem eru búin að setja á sig Newcastle treyju. En að fá þennan titil er ekki mikið hægt að státa sig fyrir. En svona er það nú samt. Mín skoðun á því. Skiptingin var skelfileg, það var náttúrulega aldrei að setja taka Elanga og Woldemate út af, aldrei nokkuð tímann. Gordon var svo fyrsti sem hefði átt að fara ef að það hefði átt að vera skipting á þessum þjónpunkti. Svo var þetta nú eiginlega bara svona, hvað segir maður, örvæntingsskiptingar og var eiginlega bara ekkert að marka eitt nei neitt sem að var verið að gera á vellinum, ekki neitt. Við lágum í sókn hérna smá tíma, einhverja 20 mínútur eða eitthvað, þar sem að bara, það gekk eiginlega bara ekkert upp. Þetta var bara legið á Everton, þeir bara bökkuðu og voru raun og bara bjóðu okkur upp á að skora, sko. Og notuðu við tækifærið? Nei, ég get ekki sagt það. Eitt mark, jú, en ég get ekki sagt að þetta hafi verið nýtt á fulla vegu, sko. Semst heilt yfir, ég gef framistöðu liðsins 2 í einkunn. Bara yfir höfuð, voru drullulegir, maður leiksins Joe Linton. Selja Pope helst í fyrradag og reka Eddie Howe takk. Burt með hann. Eddie Howe out. Það er bara á kristaltæru og ég bara, ef einhver er alltaf þræta fyrir það, ég bara, veistu, ég segi bara get a brain, þú veist, í alvöru tala. Því miður, þá bara eru sumir bara það blindir en ég meina, þú veist, það er allt í lagi, ég meina, auðvitað megið hafa ykkar skoðanir, ég meina. Ég er ekkert að segja að allir hafi rétt fyrir, allir þurfa að hafa sömu skoðun,
En eins og sakir standa þá þetta rétt skoðun. En já, þannig það bara það. Og bæta eitthvað í þetta? Nei, held ég ekki. Við horfum bara til þess, við fengum Barcelona en ekki Chelsea, sem bara raun og veru segir okkur það að við erum að detta út í 16. úrslitum. En þetta var skemmtilegt rönn og þetta var frábært. Við fáum þarna 2 ekstra leiki. Það money in a pocket vegna þess að við erum náttúrulega ekki að fara í meistaradeild á næsta ári. Þannig að þetta svona smá vindbyr undir vængina sko, fá að eyða aðeins meira. En ekki það að það setja okkur inn að keppnishæfa stöðu sko, langt frá því. Og svo náttúrulega með þennan þjálfara þá náttúrulega erum við ekki að fara að gera blautan. Þannig að það verður engin Evrópa á næsta ári. Ég bara nokkuð viss það. Sitjandi upp með 36 stig. Við erum bara heppnir ef við bara sleppum. Bara við fall, myndi ég segja, svona með að við hvernig framvinda liðsins Ef við höldum áfram að spila svona þá já, það, þú veist, eins og segir, spila svona eins og gerir þeirra þessum leik, þá erum við fallnir. Þá erum við ekki að fara að fá neinn stig viðbót, sko. En svona þetta, kannski verður þetta nú eitthvað aðeins betra. En, já. Næsti þáttur verður þá eftir, það ekki City, eða það að Barcelona? Þetta næstir bara. Nei, það Man U. Ok. Núna á miðvikudaginn. Ég ætla að reyna að hafa gest hjá mér í næsta þætti. Vonandi getur hann sagt mér að halda kjafti. Og ekki með svona óvinsalar skoðanir. En við sjáum til hvernig setur. Þangað til næst. Takk fyrir mig.